Komið sæl, nú ætlum við að ræðum mannanöfn en til mín komin Guðrún Kvaran, prófessor emeritus sem flutti áhugavert erindi nú á hugvísindaþingi á dögunum mannanöfn. Velkomin í þáttinn, Guðrún. Takk fyrir, takk. Þú hefur nú unnið að rannsóknum á þessum hálfrar aldar skeið og hefur nú séð heilmiklar breytingar á mannanöfnum. Kannski byrjum á því, hver eru vinsælustu nöfnin núna? Og það aldrei erfitt að segja það birtist í Morgunblaðinu nýlega nöfn sem gefin voru, algengustu nöfn sem gefin voru 2018. Og þá í fyrstu sætunum Hekla og Embla og Anna sem konur. Og þetta eru nöfn sem voru alls ekki ofarlega á tíðnulista bara fyrir nokkrum árum. En þegar ég byrja að skoða þetta og ég vann að bók á samstarfsmanni mínum eða vinni mínum Sigurði Jónssoni frá Arnarvatni og við fengum styrk úr vísindasjóði til að láta gera fyrir okkur svona athuganir í þjóðskrá eða Hagstofunni og birti síðan grein það og hún kom út þessi rannsókn var gerð 1982 og ef ég skoða nöfn 10 algengustu nöfn 1982 þá það nákvæmlega sömu nöfnin og eru 10 algengustu nöfn 2017. Þetta hefur ekki breyst svo ekki mikið þá? Sko, nei, sjáðu, frá fyrsta manntala tekið 1703 Já. Og flest nafnanna sem eru meðal 10 algengustu núna voru algengust 1703. Og þetta hefur og Guðrún og Sigríður og Jón, Sigurður og Guðmundur hafa verið í efstu sætum alveg frá 1703. Já. Þannig að þetta hefur ekkert breyst mikið. En það sem að breytast náttúrulega, það eru nýju nöfnin, en bara nafnberar eru svo fáir ennþá, þó þeim fjölgi ég verið að skoða núna af því ég uppfæri alltaf nafnabókina mína á hverju ári og skoða hvort það mikið hefur breyst. Og Hagstofan, hún gefur ekki á hverju ári nýjar tíðnitölungar, síðast úr 2017. Já. Og þá sé ég að það eru heilmiklar breytingar að einhverjum það algengu nöfn sem voru, það eru færri nafnberar heldur en fyrir 10 árum. Já, já. Og sem sýnir það að það fjölgar í þjóðinni, en það eru færri nafnberar, við skulum segja nöfnum eins og, Vilborg, Guðríður, Þorbjörg, Þuríður og Þorkell. Já, Þuríður og Þorkell. Að það eru færri nafnberar núna en fyrir 10 árum sem bera þessi nöfn. Þó þau séu mjög ofarlega á tíðnilista. Og þetta sýnir það að, og mér hefur nefnt við mig, það ómögulegt að vera að gefa þessi nöfn, þau eru svo gamaldags. En þau eru ekkert gamaldags, þetta eru falleg nöfn sem hafa verið með þjóðinni frá upphafi, en þetta ekki svona lítil og sæt tískunöfn. Já, en það getur verið foreldri þá þykir ykkur nöfn vera karla- og kerlinganöfn. Já, en nákvæmlega. Og það sagði mér kona sem hafði gefið dóttur sinni nafnið Þorbjörg, að hún hefði fengið athugasemdir hvað eftir annað hvernig dattir ég hug að gefa barninu svona litlu sætu barni svona gamaldags nafn. Já, já. En þetta virkilega fallegt nafn. Nei, já. En svo fólk líka, ofta maður heyri fólk tala að það vilji gefa börnum sínu nöfn sem að geti verið alþjóðleg. Þú þekkir þá umræðu líka? Já, já. Það má mig ekki vera kommur og það má ekki vera eð og þotn og... Já. En... ég á nú son sem heitir Böðvar og það með eðin í miðjum og það ekkert gott að bera það fram. Nei. En hann hefur lifað ágætlega með þessu erlendis. Já, já. En þú benti líka á þessu erindi, það ekki sömu nöfnin eftir landslutum sem eru vinsælust. Nei, og ég hef í rauninni ekki skýring á því. Við létum í þessari rannsókn sem við keyptum hjá Hagstofunni aðeins skoða nöfn eftir landslutum og þar sá ég var að blaða í þessu í gær af því ég ætlaði að koma hingað og ég get ekki séð að það sé þessi gríðarlegi munur eins og virðist þá vera núna að það séu sérstök nöfn í sérstökum landslutum. Það ef maður leitar skýringa þá eina sem ég sá
það var Baltasar í Norðurlandi vestra, að þar býr eða bjó Baltasar Kormákur og það getur hafa kallað á nafnið, en það er ekkert víst. Og til þess að skoða svona þá þarf maður að í rauninni að spyrjast fyrir í hverjum landshluta. Akkurat. Er einhver sérstök persóna eða hvað var það sem kallar á að það eru svona margar stúlkur eða margir drengir sem að heita þessu nafni hér? Já, en við höfum svona dæmi líka úr sögunni, eins og var ekki nafnið Berglind, var það ekki, nei, hérna ég segi með, var það ekki Lindberg? Jú, Berglind var nafn Lindbergs, jú, það er alveg staðfest. Já, og stóð náttúrulega, þú líka nefnt að jafnvel sápuóperur hafa áhrif á þetta og... Já, það var mér bent á nafn, ég horfi nú ekki á sápuóperur, en mér var bent á nafnið Emma. Já. Og ég veit minnstakosti 3, sko, þegar maður segir svona að svona sápuópera getur haft áhrif, þá er það ekki allar emmur í landinu. Nei. En ef emmum fjölgar skyndilega, þá getur það verið vegna áhrifa frá ákveðnum þáttum og mér var bent á 3 sem allavega fenguð nafnið af því að foreldrunum þótti svo gaman að Friends og litla sæta Emma að hún kallaði á nafnið. Akkurat, og Ísfólkið, bækurnar höfðu áhrifum á sínum tíma, var það ekki líka? Jú. Það eru svona Heikir og Vinjar og Yrja og Alrún og fleiri nöfn úr Ísfólkinu eru bara orðið nokkuð algeng og það eru margir nafnberar sem bera sum af þessum nöfnum. Já. En þú nefndi líka að kannski að það er svona undanhaldi að fólk nefni börn sín eftir ömmum og öfum. Já, það kom fram í rannsókn Hagstofunnar að fólk sem er yfir 50 ára, það hefur mjög gjarnan fengið 65% af þeim hafa fengið nafn af og ömmu. Já. En ekki nema 35% þeirra sem eru 30 ára og yngri. Já, þannig þetta sé raunlega röð undanhaldi. Það virðist vera, já, og ég veit bara frá mannanafnanefnd að það er töluverð ásókn í gælunöfn. Þegar ég var í mannanafnanefnd þá var í lögunum bannað að gefa gælunöfn. Já. Það var svo lagað 7 árum seinna. En núna er mjög mikið sótt í gælunöfn. Þú vilt kannski sleppa við að gefa nafn afa eða ömmu, en gefur gælunafn af eða ömmu. Já. Við skulum segja Þorbjörn, afi Þorbjörn, hann er alltaf kallaður Tobbi. Já. Og þá er beðið nafni Tobbi til þess að þurfu ekki að gefa nafni Þorbjörn. Já. Og hvernig hefur mannanafnanefnd tekið á þessu? Já, hún verður að taka vel á þessu núna, því þetta er eina reglan sem að mannanafnanefnd getur farið eftir, það er að nafnið sé skrifað með íslenskum bókstöfum og það beygist. Já. Og það er ekkert að beygingu og rithætti nafnsins Tobbi. Nei. Þá er það bara samþykkt. Já. En það er líka mannanafnanefnd, þú var sast nú sínum tíma í mannanafnanefnd og... Tvisvar. Já, hún hefur hefur á sér slæmt orð og það er svona, og það er talað almennt niðrandi mannanafnanefnd en... Ég veist af hverju? Já, svaraði mér. Það er út af fjölmiðlum. Já. Fjölmiðlar á hverju mánuði blása upp. Nefndin lifði þetta, alveg hræðileg nöfn, en bannaði þessi. Einmitt. Og kynna sér aldrei af hverju. Já, en þá kannski spyrir maður sig eins og það þá tala að mikilvægi þess að nöfn sem sagt falli að málkerfinu. Já. Hvers vegna er það svo mikilvægt? Þegar nú erum við með fjölda til dæmis innflytjenda sem að bera nöfn sem við áttum okkur ekki, eða tala ekki með það er ekki að vinda á evrópskum stofnum, við vitum ekki endilega hvers kyns þau eru. Nei, við vitum náttúrulega hvers kyns nafnberarnir eru. Já. Og útlendingar eru skráðir í þjóðskrá og þar kemur fram kynið. Já. Og ég man ekki eftir neinu nafni sem að útlendingar reyna sjálfir og sérstaklega með kenninöfn sín að laga þau að íslensku til þess að þeir falli betur að íslensku þjóðfélagi. Já. Það er mýgrútur af slíkum dæmum á listamannanafnanefndar.
að fólk að biðja að laga eftirnafn sitt þannig að það falli nær íslensku. Og flest nöfn sem útlendingar bera, þau ganga ágætlega, þú getur beygt þau. Já. Og það er kannski eitthvað smávegis í rithættinu, ég á góðan vin sem heitir Stanislav og ég á alltaf erfitt með að finna ellið með strikinu á tölvunum minna því ég er ekki mikil svona tölvunörd. Nei. En það er ekkert að nafninu. Nei, en það er líka, ef maður veltir líka fyrir sér sem sambandi við þetta, líka varandi kynnafna, að nú hefur verið rætt líka að karlmenn geti borið kvenmannsnöfn og konur karlmannsnöfn, en gengur það upp? Mér finnst það ekki og í lögunum stendur ennþá stúlkur skal gefa kvenmannsnöfn og dreng skal gefa karlmannsnöfn. Og svo eru svona jaðarnöfn eins og það var samþykkt nafnið Auður á dreng vegna þess að það var karlmannsnafn líka til forna og það eru bæjarnafn hét Auðsstaðir en það eru mjög fá slík dæmi. Já. En tungumál náttúrulega breytist, þetta er eins og þegar fólk hefur viljað til dæmis að skrifa ír með 2 r-um sem var til forna í nefnifalli, en það kannski átti sig ekki á því þetta er auðvitað bara forn ritháttur. Þetta er forn ritháttur, r-ið féll niður ekki seinna en á 16. öld og það var bara í nefnifalli. En þeir sem að taka upp þennan rithátt, þeir vilja hafa það í öllum föllum. Já. Sko það ætti að vera, skulum segja, ef einhver bæði nafnið Einar með 2 r-um, þá ætti bara að vera Einar og Einars með 1 r-i. Akkurat. En þeir sem hengja sig í þennan rithátt, þeir vilja hafa hann allt í gegn og það hefur aldrei verið. Já. En þú líka nefnt að mannanafnanefnd hefur haft leiðbeiningar skyldu og hefur náttúrulega leiðbeint fólki og haft í ákveð áhrif hvað það snertir. Já, sko, það er alltaf verið að skammast í mannanafnanefnd og hvað sem hún heitir, þá þarf að vera einhver aðili sem að þekkir til og sem getur leiðbeint fólki. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að geta leiðbeint fólki og fólk biður leiðbeiningar. Og já, eins og ég segi, það er eitt þáttur mannanafnanefndar að leiðbeina. Þetta gæti orðið nafnberanum til ama. Já. Ég man eftir 2 slíkum dæmum og þegar ég er inn á lista mannanafnanefnda, þannig að ég er ekkert að koma upp leyndarmál. Það var Satanía og Lúsífer sem var hafnað. Akkurat. Og þetta er mjög sjaldan gripið til þessa ákvæðis að ekki megi gefa nafn sem verður nafnbera til ama. En þarna töldum við að það gæti verið að nafnbera yrði ami að því að heita Satanía. Já. Og þú nefndir líka í áliti við það liggur nú fyrir frumvarp til nýra mannanafnalaga að þú nefndir einmitt að þú fengið fyrirspurn Guðrún, það er að segja í 2 orðum og þá Guð sem kvenkyns. Já, það er ekkert langt síðan ég var hætt í mannanafnanefnd og það er mjög mikið hringt heim til mín og spurt. Já. Og ég reynir nú að svara eins vel eins og ég get en bendi alltaf á mannanafnanefnd og þessi stúlka, þetta var þegar mest var rætt kyn Guðs. Já. Og hún segir við mig, nú er búið að sýna að Guð er kona. Má ég þá ekki skýra dóttur mína Guð og síðan sem seinna nafn Rún, þannig að það væri stórt sko, þetta væri 2 orð. Já. Og ég sagði henni að hún skildi nú aðeins bíða með þetta, það verði nú ekki búið að sanna kyn Guðs. Hún skildi bíða með þetta þangað til meiri rannsóknir lægi fyrir og ég hef aldrei heyrt í henni meir. Nei. En þetta er líka með tvínefni að foreldrar kannski átta sig ekki alltaf á því að það getur kannski í sumum föllum hljóma ankannarlega. Nei, og þess vegna þegar ég var í seinna skiptið í mannanafnanefnd þá létum við búa til eyðublað og byggjum, ef fólk er að biðja nafn, að það beygi nafnið. Já. Sem þetta bæði nafnin, ef þá heita 2 nöfnum, að það beygi það og við hefðum kannski átt að
segja líka og lesi þá upphátt. Já, einmitt. Því að fólk beygir kannski fyrst fyrra nafnið og síðan seinna nafnið og það áttar sig ekki á því að sum föll gangi ekki saman. Já, það er kannski þá til Egilsstaða og Brand Ara sem dæmi. Já. Já, einmitt. En hvernig stendur á því samt að það er svona lítill skilningur á mannanafnanefnd og hvað er þetta að gera? Því nú til dæmis, nú eru umræður það að gera þetta allt miklu frjálslegra, það er að segja, og kannski líka maður velti fyrir sig bara varðandi bara skilning almennt á gildi þess að nöfn, og þannig talaði í frumvarpunum nöfn sem fyrirbæri, en ekki sem hluta af málinu. Já, ég stóðst ekki í máti þá að benda á að nöfn væri ekki fyrirbæri. Já. Þeir eru bara hluti af málinu, þeir eru hluti af orðaforða tungumálsins og þau verða að passa inn í setningar og ef við erum að ræða hérna saman þá myndir þú ekki geta sagt og nefnt nafni mitt eða ég þitt alltaf í nefnifalli. Nei. Af því það ég ekki að beygja það. Já. Og maður sér það hvað það er ankannalegt til dæmis á Facebook þegar nöfn koma inn í miðjum settingum alltaf í nefnifalli. Já, einmitt. Og þetta getur náttúrulega gerst ef þú hættir að beygja. Já. En auðvitað þurfa nöfn að falla að beygingarkerfi málsins og það er ekki hægt að hætta að beygja nöfn. Já. Og þau þurfa alltaf að vera í réttu kyni líka? Þau þurfa að vera í réttu kyni, já. Og því kyni sem að nafnið er samþykkt í. Já. En þú getur ekki farið með þetta að vild og ég er ekki að segja að nafnalögin séu þannig að það megi ekki hrófla við þeim. En menn eigi að fara varlega í það er hægt að gera þau nútímalegri, en ekki þannig að allt megi reka á reiðanum. Já. Einmitt. En það maður veldi, eins og þú nefndir með kannski nöfn sem okkur þykja gömul og gild eins og Þorkell og Þuríður þessu dæmi, sem kannski eru undanhaldi af því þau þykji vera kerlinga og kallanöfn, að það kannski leiðir kannski líka bara aftur hugun að því hvort að tungumálið sjálft þykji ekki nógu smart, og eins og við sjáum svo mörg dæmum núna, þau kannski við löpum niður Laugaveginn og það eru kannski flest skilti á ensku og gamalgróin fyrirtæki skiptu nöfn eins og flugleiðir, Flugfélag Íslands sem fékk nafn Iceland Connect. Já, það vill nú svo til að ég er formaður íslenskrar málnefndar og við höfum gert athugasemd við þetta fyrirtæki og fengum nú bréf tilbaka sem að mér fannst nú ekki mjög sannfærandi. Við höfum gert athugasemd við Ísavía vegna skilta á Keflavíkurflugvelli, menn gera það eins og menn gerir allt til þess að grípa og græða á útlendingum. Þú sér hérna, útlendingar vilja geta séð íslensku, en þau sjá hann ekki ef þú getur farið niður allan Laugaveginn og þú tæplega sérð nokkurn einasta matseðil með íslenskum heitum. Já. En þetta vilja ekki útlendingar. Nei, en þeir kannski líka skilja meira en við höldum. Já, og margir eru frá Norðurlöndum eða frá Þýskalandi. Já. Og það eru sömu stofnar í mjög mörgum orðum. Já, þeir vita alveg að flúk hefur vantarlega eitthvað með flug að gera. Já. Og hérna, þannig að, og þeir vilja líka sjá eitthvað sem má hafa erlent mál með, en það má ekki sleppa íslenska málinu. Mér finnst alveg til fyrirmyndar á Skólavörðustígnum að það er verslun Kormáks og Skjaldar. Já. Og þeir eru með skilti fyrir utan með íslenskum nöfnum á fatnaði, skyrta, jakki, buxur. Já. Og hvað það heitir á ensku. Einmitt. Þetta fannst mér algjörlega til fyrirmyndar. Já, en eins og áleitranirnar eru á Keflavíkurflugvelli að það er, þegar maður kemur á flugvelli erlendis, til dæmis eins og á Norðurlöndunum, Þýskalandi, hvar sem er, í Frakklandi, já, það er alltaf, það er að segja heimamálið er fyrst. Fyrst. Já. En hvernig stendur á þessu? Já, þetta er svo alþjóðlegu flugvellur. Ég er ekki að segja hann sjálfþjóðlegu, en það er svarið sem ég fæ. Já. Ég get sagt að ég ætlaði að kaupa mér pilsu á Keflavíkurflugvelli og geng að stað þar sem eru selda pilsur og ég segi eina pilsu takk. Já.
maður, svona kannski 50, hvæsir á mig og segir, þetta á ensku, þetta alþjóðlegu flugvöllur og tungumáli hér enska. Já. Og ég svaraði þá á íslensku og sagði, ég ætti hana sjálfur og fór. Já, en þetta kannski líka þegar maður kemur bara í verslanir í Reykjavík, að það er... Kaffihús. Já, að það kannski líka, það kannski stendur upp á atvinnureikandan vegna þess að þetta er oftast nær kannski ekki mikill orðaforði sem þarf til þess að geta afgreitt. Mér finnst vera hægt að segja 1 kaffi eða 2 kaffi. Já. Og viðkomandi segi ekki strax I don't speak Icelandic. Já, einmitt. Já. En það skiptir máli að við spyrnum við fótum. Já. Og varðveitum málið. Það er alveg nauðsynlegt vegna þess að það er nú búið að sýna fram á að það er í töluverðri hættu. Já. Tungumálið. Og þá eru þess að verða mannanöfn að styðja tungumálið. Já. En ekki eins og þessir sem leggja fram nýtt frumvarp að eiginlega veitast gegn tungumálinu á sama tíma og menntamálaráðherra er með átak að lyfta íslenskunni. Látum þetta vera lokaorðið. Kærar þakkir fyrir komin í þáttinn. Takk. Takk kærlega fyrir.